Sé það að við þurfum að fara að halda svona dansæfingar í kórnum til þess að hafa þetta aðeins hérna allavega fyrir mig. Greinilega. Við ræðum það á næsta fundi. En gaman að sjá okkur hérna all í dag og ég vona bara að þið njótið þessara stundar með okkur. Við ætlum að lofa Drottinn, biðja fyrir bænarefnum og að sjálfsögðu heyra dásamlegt Guðs orð. Við sungum í laginu áðan, þökk að þú bænum mínum svarar. Og það kannski dálítið svona, svo maður sletti, aktuelt þessa dagana þar sem vegið að bæninni í útvarpi allra landsmanna og mörg okkar höfum verið að svona reyna að hafa áhrif á þá ákvörðun að taka út bænina í útvarpinu. Vegna þess að við höfum reynslu af því að Guð svara bænum. Við þekkjum það hvernig það að geta leitað til Drottins í öllum aðstæðum lífsins, gleði og sorg, að það skiptir sköpum. Og ég sem mörg okkar hér gætum sagt að við vitum ekki hvar við værum ef við hefðum ekki átt trúna og bænina í lífinu. Amen. Þannig að við biðjum þess að þeir sem að ráða upp í efstaleiti, að þeir taki rétta og guðlega ákvörðun í þessu máli. Það yndislegt að eiga Drottinn sem skjól. Ætlum að syngja það í næsta sálmi. Drottinn skjól mitt, ég skelfast þar vegi. Yndislegur sálmur með góðum boðskap, einn af þessum gömlu góðu. Honum ég treysti
Amen. Það kann að vera að hér sé einhver sem veltir fyrir sér hvernig getið þið verið svona viss það að Drottinn sé skjól og það sé öruggt að treysta á hann. Mér langar til þess að lesa fyrir ykkur úr Filippibréfinu. Filippibréfið var ritað, Páll ritaði það þegar hann satt í fangelsi og engu að síður þetta bréf oft kallað bréf gleðinnar. Því að það jafnvel hægt að eiga gleði þegar maður fangelsaður eins og hann. Þetta bréf gott dæmi um. Ég hvet ykkur til þess að lesa Filippibréfið með það í huga. En af hverju getum við treyst því að Drottinn sé skjól og hann geymi okkur öruggt í sinni hendi? Jú, ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og varð hlýðinn allt til dauða, já dauðans á krossi. Og krossin einmitt kjarni trúar okkar og ekki síður það sem kemur í versunum hér á eftir. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafnið æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur Drottinn. Og það einmitt trúarjátning okkar hér í Fíladelfíu. Hún stutt en hún kraftmikil. Jesús Kristur Drottinn. Þess vegna vitum við að hann skjól og hann geymir okkur. Og þess vegna getum við verið ávallt glöð í Drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Ljúflyndi yðar, verið kunnugt öllum mönnum. Drottinn í nánd. Og svo kemur að bæninni. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum, óskir yðar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guð sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir í Kristi Jesú. Amen. Og við skulum biðja fyrir bænarefnunum. Það koma alltaf mörg bænarefni og oft þakkarefni líka og við geymum þau hérna í körfunni og biðjum reglulega fyrir þeim. Og Drottinn þekkir alla þá einstaklinga og fjölskyldur sem þarna að baki. Við skulum líka biðja fyrir því sem ég nefndi áðan með rúf og ákvörðunum sem þar liggur á borðinu, að Guðs vilji verði í því máli. Heilagi Faðir, við komum fram fyrir því í dag og þökkum þig fyrir náð þína og miskunn. Þökkum þig fyrir það sem þú hefur gert fyrir okkur, að þú hefur keypt okkur út úr ríki myrkursins inn í ríki þíns elskaða sonar. Takk fyrir að við fáum að tilheyra þér, við fáum að lifa í þér. Elsku Drottinn, og þegar þar kemur þá fáum við einnig að deyja í þér og við getum treyst því að þú öruggt skjól. Þú skjól í stormum lífsins og í hverju því sem á dynur Drottinn. Og lefðu bara þeim sem hér í dag sem ef til vill að ganga í gegnum erfiða tíma og storma í lífi sínu. Lefðu þeim að finna hvernig þú umvefur og lyftir upp og vendar og varveitir Drottinn. Og við lyftum öllum þessum bænarefnum til þín Drottinn. Þú þekkir hvern og einn, þú þekkir þá einstaklinga sem þarna með bænirnar sínar og von til þín Drottinn að þú komi með lausn og líkn og lækningu Drottinn. Og þær fjölskyldur sem þarna einnig Faðir. Ég bið sérstaklega fyrir fjölskyldum þar sem erfileikar, átök eða vanlíðan eða hvað eina sem svo margir þekkja og svo margir að glíma við Drottinn. Viltu gefa visku og lausnin í allar þær aðstæður, Faðir. Kennd okkur að vita hvar svörin að finna og hvert við að leita þegar vandamálin knýja á Drottinn. Og ég bið fyrir þeir sem að glíma við sjúkdóma, Faðir. Ég þakka þér fyrir það að þú dóst á krossi, þú gafst son þinn til að deyja á krossi fyrir syndir okkar en einnig fyrir sjúkdóma. Og við bara tölum lækningu og líf inn í aðstæður og líkama hvers og einn sem þarna Drottinn. Líf og lækningu í Jesú heilaga nafni, Drottinn. Takk fyrir það, Faðir. Takk fyrir að þú heyrir bænir og takk fyrir að þú svarar bænum. Halleluja, Drottinn. Ég lofa þig og ég tigna þitt heilaga nafn. Halleluja. Ég þakka þig, Jesús, að þú átt nafni sem æðra öllum öðrum nöfnum. Hverju nafni sem nefnt á himni og jörðu og undir jörðu, og nafn þitt, Jesús, æðra öllum öðrum nöfnum. Halleluja. Takk, Jesús.
Takk Jesus fyrir dýrmæta nafni þitt. Halleluja. Halleluja. Takk Jesus. Helgi, gjörðu svo vel. Já, amen. Yndislegt að vera saman komin í húsi Guðs í dag. Og það er eins og flestir vita, hann nú reyndar örugglega besti tími sumarsins, en samt er að koma haustbráðum. Og þessi ástímið þannig, ég hef aldrei flogið flugvél, en ég ímynda mér þetta sé eins og sitja í svona flugstjórnarklefa og svo fara ít á einhverja takka og þá svona vélar að fara í gang og svona hauststarfið er að fara af stað. Maður upplifir það. Það er svona eins og svona vélar að fara í gang og það er eitthvað stórt að fara af stað og þetta er svona sá tími ársins. Þannig að það er rosalega margt framundan í byrjun næsta mánaðar. Barnastarfið fer af stað í næsta mánuði, Royal Rangers fara af stað í næsta mánuði, Alfa-námskeiðin byrja næsta mánuði, Celebrate Recovery fyrir stað í næsta mánuði. Þeir eru með bækling sem við fenguð, glansprentaður og fallegur. Ef eitthvað leiðist mér á samkominni getið skoða hann. Það mynda mér og Aron í honum. Og áður en að sólin fór að skína, en við höldum þessu smá photoshoppið, það er smá litur á okkur. Og það sem er svona aðeins sagt frá því sem er framundan. Og það er mjög margt spennandi framundan. Og að gera að vera með í sem flest og fara að hugsa fyrirfram, áður en maður fer að skrá sig í allt mögulegt annað. Það er svona fyrst og fremst svona tilkynningarnar sem eru, en svo er kannski eitt sem er ekki í næsta mánuði, heldur bara strax í dag, að hún bað mig, hún Kristín sem er að sjá kaffið niðri, að það er eitthvað misfóst skipulagið, þannig að hana vantar aðstoð, ef það eru 2 eða 3, svo er tilbúinir að fara með henni niður og undirbúa kaffið eftir samkomu og vera með henni að ganga frá, og hún stendur hérna, og sjá, hún er ekki illilega að sjá. Þannig að ef einhverjir 2-3 vildu vera tilbúin að bara fara með henni núna niður og undirbúa kaffið og ganga síðan frá. Það væri alveg frábært og vel þegið. Og síðan ætlum við hinn þá að njóta þess að fara niður og vera saman í kaffinu og ekki drasla of mikið út. Takk fyrir, ég sé það alveg harnir 4, yndislegt. Svona á kirkjan að vera. Og við viljum þetta vera lifandi kirkja og við viljum vera öflug kirkja. Og við viljum vera kirkja sem hefur góð áhrif á samfélagið. Erum við ekki sammála því? Er einhverjum þinni sem er eitthvað, nei, ég vil ekki að við höfum áhrif á samfélagið. En til þess að þá þurfum við að standa að ýmsum verkefnum og að ýmislegt sem bara hefur kostnað í för með sér. Og eins og við segjum oft, Guð hefur engan áhuga eða þörf á peningum. Ef einhver hafði aðra hugmynd það. Guð hefur enga þörf á peningum okkar og hann hefur engan áhuga á peningum, en Guð hefur áhuga á hjart okkar. Og við geymum veskið nálægt hjartanu. Leið einhver fyrir að tala peninga, þá svitnum við okkur finnst það óþægilegt að því að peningarnir standa nálægt hjartanu. Og leið Guðs að hjartanu er ofta að losa þetta, að við treystum honum á þessu sviði. Og ef þú ert hér í dag og þú ert gestur, ekki upplifa neina pressu, Biblían meira segja bannar það, ekki gefa af nauðung, ekki gefa ef þú finnst þú tilknúin til þess, en við hvetjum þess að vera með. Þú tapar aldrei á því og við stöndum saman og svona með því að standa þétt saman hér, að þá getum við gert stórkostlega hluti fyrir Guðs ríkið. Við skulum biðja aðeins fyrir fórninni. Drottinn minn, ég bara þakka þér fyrir það að þú velur að nota okkur til að vinna þitt verk. Ég þakka þér fyrir að Drottinn að við fáum að standa saman og við fáum að vera með í því sem þú ert að gera. Og nú bið ég fyrir fórninni þegar hún er tekin, Drottinn. Ég bið mig að blessir hverja einustu krónu. Ég bið Drottinn að þú margfaldir hana, Drottinn, til blessunar fyrir ríkið þitt og þú gefur í visku, náð og ráðdeild í öllum ákvörðunum sem lúta því hvernig þessi peningar eru notaðir þér til dýrðar. Í Jesú nafni við þökkum þér og við lofum þig. Amen. Amen. Nú er örvænting svo algeng.
Jesús þig ég þrái, þú Guðs lamb sem lausn mín er. Krossi á þú kvalinn varst, keypti blóð þitt frelsi mér. Syngjum saman. Jesús þig ég þrái, þú átt nafn sem dýrlegt er. Höfuð þitt þyrnur þríð, getnan sigursveginn er. Heiður allan á
Guðs land sem lausn mín Líf mitt færi þér að fórn, fús mig sjálfa gef ég þér. Heiður alla nátt þú skilir, ég upp nafnið þitt. Þér ber semdir og heiður ber, helga sef ég líf Curia lama scende, halleluja, dýr sé þér Jesús, halleluja. Velkomin að starfa, velkomin að vinna í hjörtunum okkar Drottinn. Ég þakka þér fyrir nærveru þína hér á þessum staði Drottinn og við fáum bara að dvelja í þessari stórkostlegu nærveru þinni Drottinn. Við fáum að upplifa hver þú ert Drottinn og viltu vinna í hjörtunum okkar núna Drottinn minn. Viltu tala í hjörtun okkar Jesús. Viltu opna hjört okkar fyrir þér. Að mættu vera meðtekileg fyrir meira af þér. Að mættu vera meðtekileg til að taka skref í átt til þess að vaksa og styrkjast Drottinn í trúni á þig og í samfélaginu við systkinin Drottinn minn. Og við bjóðum þig velkomin að starfa hér í dag Drottinn minn. Við elskum þig Jesús. Við elskum þig Jesús. Í Jesú nafni. Halleluja. Halleluja. Amen. Gott að vera með ykkur í dag. Og gott að lofa Guð saman. Nú erum komin á viku 2 í seríu sem við köllum Blómstrandi samfélag, sem er gríðarlega spennandi sería.
finnst okkur helga allavega og vonandi finnst ykkur það líka. Það sem að þrá okkar að vaksa í samfélaginu, hvert við annað. Og það það sem við erum svolítið að tala núna. Og ég sagt það áður og ég segi það aftur að kirkjan, hún ekki bygging, kirkjan ég og þú. Fólkið sem erum í kirkjunni. Og án okkar ekki kirkja. Við erum kirkjan. Allir með þá hreinu. Og þessi sería fjallar hvernig við getum orðið betra samfélag og hvernig kærleiksríkt samfélag getur blómstrað ennþá meira á meðal okkar. Hvernig við getum ennþá betur verið samfélag sem þannig að þegar fólk kemur inn dyrnar kannski í fyrsta skipti að þá bara upplifir það sig svo velkomið að það hugsa bara ég komin heim. Hér gott að vera, hér vil ég vera. Og ég vona það sé upplifun flestra og við skulum stefna því að hver einasti sem kemur inn í þetta hús upplifir bara, vá, hér ég komin heim. Heyri amen við því. Þannig viljum við hafa það. Gott samfélag það gerist ekki af sjálfu sér. Daginn að þá var 4 ára sonur minn að borða og það voru furunhetur í salatun hans. Og hann vildi alls ekki borða furunhetur. Þannig að mamma notaði elsta trikki í bókinu og sagði, ef þú borðar þetta, þá verður þú stór og sterkur. Og hann algjörlega keypti það og hann bara greip þessa hugmynd. Hann stór og sterkur. Hann borðaði allar furunhetuna sínar og var svona ánægður með þetta. Og síðan 2 tímum seinna kemur hann til mömmu sína og segir, mamma, hvenær stakka ég eiginlega? Og var ekki að skilja hvað þetta var ekki farið að ske. Og þannig erum við svolítið, ég og sonur minn, við erum að kynslóð sem að viljum að hlutinni geri strax og núna og bara helst í gær. En gott samfélag, kærleiksríkt samfélag, hvort sem það kirkjusamfélag eitthvað annað, það tekur tíma. Það tekur tíma að byggja svoleiðis upp og það þarf vilja, það þarf, við þurfum að standa saman að það sé þannig. Það gerist alls ekki að sjálfum sér. Og það getur verið, við getum haft kirkju sem algjörlega ópersónulega og við bara mætum og förum. En þannig viljum við ekki að kirkjan sé. Við viljum byggja upp af að heiðalegt, gegnsætt og mjög kærleiksríkt samfélag. Þar sem við umvefjum hvert annað og tökum á móti hvert öðru og meðtökum hvert annað. Og það skiptir máli að við höfum öll þetta hugafar sem að meðtekur fólk og elskar fólk. Og við erum fædd inn í fjölskyldu Guðs og mér langar að lesa í Efesísbréfinu 3. kafla versi 14-21 þar sem stendur: Þess vegna beygi ég kné mín fyrir, munið hverjum það var, fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafn á himni og jörðu. Guð faðir okkar. Hann faðir okkar, við erum börnin hans. Við erum dætur hans og synir, öll sem að viljum tilheyra honum. Og Biblían segir við sem fædd inn í fjölskyldu Guðs þegar við byrjum að fylgja Jesú. Og við sem fylgjum Kristi, við erum hluti af þessari fjölskyldu. Og fjölskylda hún elskar og hún meðtökur hvert annað. Hún sýnir kærleika. Það þýðir ekki að við samþykkjum allt sem hinir gera. Að við samþykkjum allt sem að meðlimir fjölskylduna gera, en við meðtökum samt sem áður. Og við sýnum kærleika, hvað sem á dynur. Ef ykkur að gera eitthvað sem að skadar hann, og við vitum að það skadar hann, að þá samþykkjum við ekki endilega þessa breytni, en við elskum og meðtökum manneskjuna. Samanlega því, við meðtökum fólk, en við þurfum ekki að samþykkja hvað sem er. Og á þessu mánuði erum við að horfa til fyrsta kristna samfélagsins, frumkirkjunar. Og Helgi talaði síðast uppfræðslu postulana, og við erum að taka út frá versi 42 í öðrum kafli postulasögunni þar sem stendur: Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Og Helgi talaði uppfræðslu postulana þannig Biblían setur svona ákveðin standard fyrir því sem við trúum. Og við Helgi vorum bara sammála eftir þá predikun að Biblían sá grundvöllur sem við byggjum á. Og ef við samþykkjum þann grundvöll, þá vitum við að við stöndum nokkurn veginn á sama stað. Þá vitum við hvert viðmiðið okkar er. Og getum við ekki bara afgreitt það hér með. Við bara byggjum á Biblíunni. Við bara samþykkjum það sem grundvöll í okkar samfélagi og því sem við trúum.
Lykill dagsins síðan út frá brotningu brauðsins. Og það var einmitt brauðsbrotning hérna síðasta sunnudag. Og það hvernig frumkirkjan kom saman í auðmýkt og auðmýkti sjálfa sig frammi fyrir drottni. Brotning brauðsins samfélag líkama Krists. Í 1. Korinthubréfi kafla 10, versi 16 stendur: Sá bikar blessunarinnar sem við blessum, hann ekki samfélag blóð Krists. Og brauðið sem við brjótum, það ekki samfélag líkama Krists. Af því að brauðið eitt, við hinum mörgum einn líkami, því að við höfum allir hlutdeild í hinu eina brauði. Við erum samfélag drottinn. Og við komum frammi fyrir drottinn eins og við erum, brotin eins og við erum, full af mistökum eins og við erum. Og drottinn sá sem endurreisur okkur. Og við komum þannig frammi fyrir hann. Og ég ætla í dag ekki beint að tala merkingu eða framkvæmd brauðsbrotningarinnar, heldur hvernig inntak hennar, hvernig það mótar okkur sem samfélag. Þegar við brjótum brauðið erum við að játa veikleika, að við þurfum á Guði að halda og við þurfum á hvort öðru að halda til að byggja upp samfélag. Og það það sem ég ætla að tala í dag. Til þess að samfélag sé ekta, til þess að það sé heiðarlegt og hafi áhrif á okkur, þá þurfum við að opna hjarta okkar. Við þurfum að opna hjarta okkar fyrir Guði og við þurfum að opna hjarta okkar fyrir öðru fólki. Og mörg okkar eiga auðvelt með að opna hjörtu okkar fyrir Guði og við höfum gert það. En kannski finnst okkur flóknara að opna hjörtu okkar fyrir hvert öðru. Að koma fram til dyranna eins og erum. Í 1. Jóhannesarbréfi, 4. kafla versi 7 stendur: Þér elskaðir elskum hver annan. Því að kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar af Guði fæddur og þekkir Guð. Við eigum að elska hvert annað. Og elska, hún gagnkvæm. Hún þýðir það við elskum, meðtökum fólk, en það þýðir líka við leyfum fólki að elska okkur á móti. Að við meðtökum elsku. Við erum bræður og systur. Og sum okkar brotin, við erum öll á einhvern hátt brotin, mismikið. Og hlutverk okkar að styðja hvert annað og byggja hvert annað upp. Þannig að við vöxum saman. Það engin keppni í Guðsríki á milli fólks. Við erum öll saman í liði og við erum að stefna að sama markmiðinu. Og maður gleðst aldrei yfir því að ef einhver manneskja liggur brotin við veginn. Það á að valda okkur öllum angist ef það Við höfum öll að standa saman eða byggja fólk upp og reisa fólk á fætur. Við erum ekki kölluð til að gagnrýna eða baktala eða tala hitt og þetta hinn og þessa. Við erum kölluð til þess að byggja hvert annað upp. Hjálpa hvert öðru að tengja Guði. Ef ykkur líður illa eða misstigur sig, þá það okkar hinna að reisa viðkomandi á fætur. Og við þurfum að gera okkur grein fyrir því að við erum syndarar sem eru frelsuð fyrir náð. Og það vill þannig til að þó við séum frelsuð, að þá það þannig að þegar við erum manneskjur, að þá höldum við áfram að gera mistök. Vissuð það? Við höldum áfram að gera mistök. Og sum okkar bara höldum lengi áfram að gera mistök og gerum stór mistök. Og þannig það bara. Auðvitað á mistökunum að fækka eftir því sem við göngum lengum drottni. Þegar við mótumst í hans mynd og þá fækkar þeim smá saman. En sem manneskjur, þá gerum við mistök. Og besta leiðin til þess að fækka mistökum að vera í heiðarlegu og gegnsæju samfélagi við Guð og annað fólk sem við treystum. Að opna hjörtu okkar fyrir hvert öðru. Við þurfum að hafa í kringum okkur fólk sem við treystum og erum heiðarlega gagnvart. Ferill margra í kirkjunni með eftirfarandi hætti. Fólk kemur inn í kirkjuna. Fólk tekur trú á Jesú Krist og það gerast stórkostlegir hlutir, misjafnir eftir í hvernig Guð snerti við okkur og á hvaða stað við vorum. Það kemur ný gleði, ný von og alls konar lausn og við drögum það ályktun að hér eftir verði líf okkar bara nánast fullkomið.
og hér með sér þetta bara komið og við gerum ráð fyrir að endastöð sé náð. Við horfum á aðra í kirkjunni sem að virðast hafa allt sitt á hreinu. Fólk lítur svo vel út og fólk brosir svo fallega og kórinn, þetta nánast bara fullkomið fólk og pottet ekkert að hjá þeim. Það er ekki kór. Nei. Fyrir ykkur sem ekki föttu þá er þetta svona kaldhæðni. Þau eru frábær en ég held ég get lofa því að þau eru ekki fullkomin. Síðan lendum við í því að það kom upp vandamál hjá okkur. Og við erum samt búin að taka trú, við erum samt búin að frelsast og það kom upp erfiðleikar og það koma freistingar og við jafnvel föllum í það að syndga og það bara gerast alls konar hlutir. Og við skiljum ekki í þessu, hvað er í gangi? Af hverju upplif ég erfiðleikar samt búin að taka trú? Og í staðinn fyrir að vera bara það og segja frá því og biðja um hjálp, að opna hjarta okkar fyrir öðrum og að þá skömmumst við okkar. Og við förum í felur með sársaukana okkar. Við förum í felur með syndina sem við erum að glíma við. Og við erum alveg viss það ef við segjum einhverjum frá því að þá mun fólk dæma okkur og fólk mun bara, hvað er að þér og vilja ekkert með okkur hafa. Og þannig gerist þetta aftur og aftur. Að fólk fyrir fordæmingu í staðinn fyrir að opna hjarta sitt og segja bara, herra bróðir, getur hjálpað mér. Ég bara ræði ekki við þessar hugsanir. Þetta kemur aftur og aftur og þetta getur verið hræðilegar hugsanir. En við erum hérna til staðar fyrir hvort annað. Við erum akkurat hér til staðar til þess að deila með hvort öðru og taka á móti hvort öðru á þess að dæma hvort annað og hjálpa okkur á fætur. Það er hluti af tilgangnum með kirkjunni. Og í staði fyrir að tala um hlutina þá setjum við bara fallegt bros, svona grímubros og sem það er allt í lagi við mig. Samt líður okkur kannski hræðilega hérna inni. Og endanum eru bara fullt af fólki með alls konar grímur. Við göngum beint í gildruna. Þann stað sem að djöfullinn vill að við séum á. Hann vill ekki að við játum syndir okkar. Hann vill ekki að við komum með hlutina fram í ljósið. Hann vill að við séum þarna. Í felum með sársaukan. Í felum með sektarkenndina. Þannig að hún fá að grassera áfram. Þannig að hún fá ekki að koma fram í ljósið. Þannig að við skulum ekki gera honum til geðs. Við skulum opna hjarta okkar. Við erum opin fyrir hvort öðru. Opnum hjarta okkar fyrir hvort öðru. Fyrir þessa seríu þá erum við búin að taka upp nokkra vitnisburði á vídeo. Við hefum svo frábæra vídeodeild sem voru að vinna fyrir okkur í vikunni. Og fyrsti vitnisburðurinn er með konu sem ég þekki mjög vel og hún er, ég verð bara að segja það, hún er uppáhaldskona mín í þessari kirkju. Og það er eiginkona mín. Og hún ætlar að segja ykkur örstutt sína sögu. Held að þessi 4,6 mínútur, eitthvað svoleiðis. Og þetta tengist aðeins Celebrate Recovery sem fer hérna af staði í byrjun september. Horfum á þetta. Frá því að ég var barn þá var ég alltaf rosalega óttaslegin. Og ég var barn og man eftir mér sem bara litlu barni að þá var ég hrædd við allt. Ég var rosalega hrædd við fólk, ég var hrædd við alls konar aðstæður. Ég var mjög hrædd við að fljúga til dæmis og ég bara einhvern veginn, þetta hélt áfram eftir því sem ég varð eldri og var mjög hræddur unglingur, var mjög hrædd við álit fólks á mér og svo þegar ég er svona kannski á 15 ára gömul, eitthvað svoleiðis, þá kynnist ég Guði, kynnist Jesú og en ég þorði aldrei að segja neinum frá því að ég væri svona óttaslegin og ótti stjórnaði lífi mínu bara dag eftir dag eftir dag og ég og Aron maður minn við giftum okkur þegar við vorum 19 ára, eitthvað svoleiðis og fljótlega upp úr því að þá fyrir Aron að gera sér grein fyrir því að ég var alltaf hrædd hann og hann mátti helst ekki fara neitt, ef ég heyrði sjúkrabíl að þá var ég skelfingu og ég vildi helst bara alltaf hafa hann í augsýna því ég var svo hrædd að eitthvað myndi koma fyrir hann og hann var svona kannski orðið haldreipið mitt í lífinu. Svo gerist það svona, árið 2005 þá gerist það að ég kemst bara á einhvern svona botn í lífinu mínu og ég kemst á þann stað að ég geri mig grein fyrir því að það er ekki eðlilegt að stjórnast af ótta. Ég geri mig grein fyrir því að það er ekki eðlilegt að
að vera hrædd við allt og alla. Það ekki eðlilegt að þora ekki inn í kennslustund af því að allir eru mættir og undan mér. Það ekki eðlilegt að vera alltaf hrædd mannin minn. Það ekki eðlilegt að vera alltaf hrædd barnið mitt. Það ekki eðlilegt að þora ekki að fljúga. Það ekki eðlilegt að bara, ég get talið upp endalaust. Það ekki eðlilegt að fá panikkast þegar ég heyri sjúkrabíl. Og þannig að á þessum tíma að þá gerist það að ég kynnist fólki sem hefur farið í gegnum sporakerfið, 12 sporin. Og eina kvöldstund þá ákveði að fara á bænastund í kirkjunni á Selfossi. Og á þessari bænastund ég og 2 kallmenn og ég alveg segi bara, strákar, viljið biðja fyrir mér? Mér líður bara rosalega illa. Ég var búin að fá kvíðaköst og bara óttaköst og svo gerist það að maðurinn einn kemur til mín eftir bænastundur og segir, Gunna, veistu það, þú verður bara að fara að vinna sporin. Það bara komin tími til. Og ég segi bara já við hann og bara rétt hjá þér. Ég er náttúrulega mjög meðvirk á þessum tíma sem kannski hjálpaði til. Og ég hringi í konu sem ég þekki og hún segir mér frá því að hún sé til í að hjálpa mér að vinna sporin og ég fer að segja henni frá hlutum, fer að segja henni að ég sé hrædd og segja henni að ég sé bara frá öllum hlutum sem ég óttast og alls konar svona hlutum sem stjórna aðstæðum mínum. Og það var svo mikill léttir þegar hún sagði við mig, veistu það, að ég hef lent í þessu líka. En þess að ég var raunverulega farin að halda það að ég væri að snappa. Ég var farin að halda það að ég væri ein svona. Ég var farin að halda það, að það væri eitthvað mikið að mér. Og ég fer að vinna sporin og fer að gefa Guði þessa hluti. Gefa Guði alla þessa hluti sem ég óttaðist. Og smán saman fer einn hlutur að hverfa og smán saman þá byrja ég að vera svona frjáls. Ég fer að hafa skoðanir á hlutum, ég fer að leyfa Aroni að fara í burtu, hann var svo ánægður. Og fer að leyfa, bara í rauninni ég reynda stjórnunum og bara vildi hafa hann heima og vildi hafa hann öruggan í mínum faðmi. Og svo bara gerist það að ég fer að losna. Og í dag ekki til að ég sé flughrædd. Í dag við búum á Selfossi og Aron farin að vinna í Fíladelfíu og keyra á milli mjög reglulega og það ekki til þessi ótti tengdu því. Og ég lít bara á Celebrate Recovery sem einhvers konar verkfæri sem ég hef í verkfærakistinu minni daglega og ég get notað þetta verkfæri þegar ég upplifi það og óttinn að fara að ná tökum á lífi mínu eða einhverjar aðrar aðstæður, einhverjir brestir að ná yfirhöndinni og þá veit ég hvernig ég get nýtt mér Celebrate Recovery. Ég get mætt á fundi, ég get hringt í trúnaðarvini mína og ég get talað við sponsórinn minn og enn í dag þá nýti ég mér þetta verkfæri þannig og kem til með að gera áfram vegna þess að ég trúi því að þetta verkfæri sé verkfæri sem Guði gefur mér til þess að ég geti haldið áfram að vaxa og ég geti haldið áfram að þjóna honum. Þannig að fyrir mér Celebrate Recovery mjög, mjög dýrmætt. Er hún ekki falleg? Þetta var magnaður tími sem hún var að segja frá og ég geti staðfest þetta allt saman. Ég man alltaf vikuna eftir að hún játaði þetta. Játaði ótta sinn fyrir þessari trúsystur okkar. Hún var í kirkjunni, þessu sem sponsaði hana. Að þá vorum við að keyra úr Reykjavík og í fyrsta sinn í okkar hjónabandi, vorum búin að vera gift í nokkur ár, þá sofnaðum við hliðina á mér og svaf bara heillengi á leiðinni og eftir það bara gætum alla haldið sér vakandi í bíl og bara svo þvílík ró sem var komin inn í líf hennar. Þegar við játum út, við þurfum ekki að halda í leyndamálin. Við erum bræður og systur sem við elskum og meðtökum hvort annað og við þurfum að opna hjört okkar fyrir hvert öðru. Í fyrsta Jóhannesarbréfi 4. kafla vers 18 stendur: ótti er ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Það er svona skiptir svo miklu máli að við elskum. Við komum sem syndarar, vanmáttug og ófullkomin. Við komum með brotin okkar til Guðs og hann púslar þeim saman. Við getum það ekki sjálf. Og heiðarlegt samfélag er lykillinn að þessum vexti. Og saga Gunnu, hennar reynsla og það hún sé opinská með þetta, þú veist, á þessum tíma þá vorum við forstöðu hjá hún í kirkjunni og samt var ströggl í gangi og forstöðu fólk er ekki fullkomið, vissu það?
það bara langur vegur frá. Þau eru bara þjónar eins og hver annar. Og þegar þú játaði þetta, eða þú veist, þegar hún opnaði líf sitt, að þá fór hún allt í einu að predika með krafti og fekk löngun til að þjóna Guð á nýjan hátt. Hún hætti að fela sig á bak við mig, hún fór að vera miklu sýnilegri og taka hlutverk sitt alvarlega sem Guðs þjónn. Og ég er stoltur af henni vegna þess að nú leitar fólk til hennar sem er að upplifa sömu hluti, sem er að glíma við sömu vandamál. Fólk tengir við alvöru sögur. Fólk tengir við alvöru vandamál vegna þess að við erum öll að glíma við alvöru vandamál. Fólk tengir ekkert voðalega mikið við frægðarsögur af okkur sjálfum. Eitthvað sem við hefum gert svo vel, heldur við erfiðleikan okkar. Því miður hafa ekki allir verið jafn heppnir og Gunna. Því miður eru margir ennþá með sín mál í felum. Og þú ekki að tala um mig. Og ég hveti til þess að opna hjartað þitt. Og mér langar að segja það að Guð er almáttugur. Guð gæti alveg bara gripið inn í kringumstæður okkar allra og bara tekið öll vandamálun okkar í burtu. Bara svona. Og við sem ekkert, og við búum bara að gleyma því að þau nokkuð tímann haft vandamál. Guð gæti það og stundum tekur hann frá okkur ákveðna hluti 1, 2 og 3. En oftast vill Guð leiða okkur að rót vandans. Hjálpa okkur að fara aftur í rótuna og rífa upp með rótum. Sjá hvaðan við komum. Sjá hver orsökin er. Þannig við skiljum hvað það er sem Guð hefur gert. Og þannig við skiljum hvaðan það er sem aðrir er að koma, sem er að glíma við sömu hluti. Þannig við getum hjálpað öðrum. Og staðreyndin er svo að við þurfum öll að taka til í lífum okkar. Við erum öll brotin. Við erum öll fólk sem þurfum á Guð að halda. Og það eru hlutir sem að gerast á lífsleiðinni í okkur sem valda því að við erum kannski hér sem ungt fólk, við erum að labba á beinni braut sem gerist eitthvað. Einhver segir eitthvað rangt eða kemur einhver hugmynd inn hjá okkur þannig að smán saman förum við að beygja af réttri braut í hugsunargangi okkar og eftir þessum árin líða þá erum við bara komin á kolrangan stað. Við erum með rangt hugafar, við höfum ranga mynd á okkur sjálfum og við erum ekki að þeirra áætlum sem Guð hafði með líf okkar. Og það var svolítið það sem var með mitt líf. Ég fór í gegnum sporin fyrir nokkrum árum og ég bara segja ykkur leyndarmál, ég var alveg skítræddur við það. Ég fyrsta lagi að þá myndi fólk halda að það væri eitthvað að hjá mér, þú veist. Svona, ég er bara stoltur vitleysingur. En ég fór í gegnum það og það sem kemur ljós. Ég hef aldrei átt við einhverja rosalega fíknastríða, ég hef aldrei verið fullur einu sinni eða neitt. En það eru bara alls konar hlutir sem hafa gerst í mínu lífi. Sem ég vissi ekki einu svona almennilega af fyrir ég fór að fara í gegnum þetta, sem að stýra því hvernig ég hugsa. Hefði áhrif á hver sjálfsmynd mín var, að ég var óöruggur og svona alls konar hlutir sem að ég bara náði svolítið að koma í lag, sem Guð sýndi mér í gegnum þetta ferli. Þegar ég játaði tilfinningar mínar og ég skildi í fyrsta lagi ekkert tilfinningar mínar. Bara aldrei, sko. Ef mér leið illa þá hafði ég ekki hugmynd af hverju. Og þarna fór ég að skilja hver orsökin var, af hverju hlutirnir voru eins og þeir voru. Og þegar við gefum Guði hlutina, þá byrjar hann að opinbera. Þá byrjar hann að sýna okkur hvað það er sem að veldur. Í Jakobsbréfinu 5. kafla versi 16 kemur þetta lykilvers. Játið því hver fyrir öðrum syndir yðar og biðjið hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Og það er heilbrigði sem felst í því að byrja ekki hlutinni, að játa hlutina fyrir hvort öðru. Fyrir nokkrum árum þá gekk ég í gegnum svona ákveðið erfiðleika tímabil sem forstöðumaður. Ég er búinn að vera forstöðumaður í 12 ár og ég er að vera 33 ára, reiknið nú. Og það kom ákveðið erfiðleika tímabil. Það var svona erfiðir hlutir og sumt mér að kenna, sumt öðrum að kenna og ég var bara orðinn þreyttur og mér langaði bara að hætta þessu. Mér langaði bara að fara að lifa einhverju svona venjulegu lífi og gera það sem venjulegt fólk gerir. Ef það er til. Mér langaði bara að losa mig. En út af því sem ég hefði lært í gegnum sporin og þetta, þá ákvað ég að bara tala um þetta. Og ég talaði við nokkra einstaklinga og sagði bara nákvæmlega hvernig mér leið. Og bara að mér langaði bara að hætta, ég væri ekki nógu góður í þetta, ég hefði ekki það sem þyrfti til. Og það var bara miklu betra að einhver annar var að gera það sem ég var að gera. Og
En þetta fólk var sem betur fyrir ekki meðvirt. Það talaði bara inn í líf mitt og sagði, þú getur þetta, þú hefur það sem til þarf og uppörfaði mig og hvatti mig áfram og með því að leita til fólks og með því að biðja til Guðs að þá smám byggðist ég upp aftur og endurnýjaðist í þeirri þjónustu sem ég hef. Og ég er þakklátur Guði að hann gerði það. Ég er þakklátur Guði að ég er ekki hættur. Mér langaði, ég var orðinn 30, það var minn tími var bara kominn, fara í helgan stein. En ég er þakklátur Guði fyrir ég gerði það ekki. Og margir gefast upp, margir ströggla, er í einhverju þjónustu eða í erfiðum kringumstæður og þeim finnst þeir ekki geta talað um það og bara visna upp og deyja og hætta lokum. Ekki gera það. Talaðu um það við fólk. Talaðu um hlutina áður en þú ert komin á þann stað að þú bugast. Áður en þú ert komin á þann stað að þú getur ekki meira. Besta leiðin til þess að láta erfiðleika buga þig og bara örugg leið til að láta erfiðleika buga sig er að segja engum frá þeim. Það er örugg leið. Þá munu erfiðleikarnir að lokum buga þig og þú gefast upp í því sem þú ert að gera. Og ég er svo þakkláttur fyrir fólkið í kirkjunni sem ég hef í kringum mig, sem að ég get treyst til fólk sem að elskar mig þrátt fyrir veikleika mína, elskar mig þrátt fyrir að ég gerir mistök og elskar mig þrátt fyrir að ég segi ekki alltaf fullkomna hluti. Þú veist, ég segi stundum hluti sem að passa ekkert, en þá elskar mig samt. Og þannig á samfélagið okkar að vera. Fólk sem að elskar okkur þrátt fyrir að við gerum mistök og það reisir mann á fætur. Og ég segi ekki öllum allt, en ég hef fólk í kringum mig sem ég treysti. Fólk í kringum mig sem hefur aðgang á mig. Fólk í kringum mig sem að má tala inn í líf mitt þegar ég er á rangarbraut. Og þannig fólk þurfum við að hafa í kringum okkur. Fólk sem að uppörvar okkur, en líka fólk sem að talar inn í líf okkar. Og ég trúi því að Guð vilji gera nýja hluti í þínu lífi. Ég trúi því að Guð vilji opna hjarta þitt á nýjan hátt. Ég trúi því að þú þurfir ekki að berjast lengur eða bera lengur þína byrði einn. Ég trúi því að Guð vilji breyta því hvernig við hugsum þessa hluti. Að við séum opin hjarta í hjarta fyrir hvort öðru. Að við séum samfélag sem að er svo kærleiksríkt að fólk bara breytist við það að vera í þessu samfélagi. Það finnur í verki hvernig kærleikur Guðs starfar á meðal okkar. En til þess að svo sé þurfum við að opna hjarta okkar. Við þurfum að elska hvort annað og vera tilbúin að játa syndir okkar, játa veikleika okkar, játa það sem við erum að berjast við og vera opin hvert fyrir öðru. Og við þurfum að vera fús til að opna hjörst okkar. Amen. Og það sem ég langar að segja, ég glemdi að segja í byrjun, ég hefði átt að segja áðan, ég er að tala við þig. Stundum þegar við hlustum á boðskap, þá erum við allan tíman að hugsa, þessi hefði nú þurft að heyra þetta. Eða rosalega verið það gott fyrir þennan. Hugsaðu stundum svoleiðis? Ég ger það allavega. En núna var ég að tala við þig. Ég var að tala við þig í dag. Þótt þú sést búin að vera í kirkjunni í 30 ári eða alla ævi, 60 ári eða hvað sem það er, þá er ég að tala við þig. Við erum öll manneskjur, við erum öll brotin frammi fyrir Guði og þurfum að vera heil, við þurfum að vera ekta og þurfum að leyfa Guð að starfa í lífum okkar. Og það er ekki fyrir við erum ekta, fyrir við erum komum fram eins og við erum, að við förum að sjá blómstrandi samfélag. Raunverulega, samfélag sem blómstrar. Þegar við rífum veggina niður, þegar við erum þau sem við segjumst vera, að þá fer samfélagið að blómstra. Amen. Ef lókjörinn kemur upp og þá langum við að við byggjum saman. Drottinn, þakka þér fyrir hverju þú ert, Jesús. Við bara elskum þig, við erum svo þakklátt fyrir að þú gafst son þinn til þess að deyja fyrir okkar syndir svo við getum fengið að lifa. Og ég þakka fyrir að þú smíðaðir kirkjuna fyrir okkur, Drottinn, þannig að við gætum þjónað þér og verið til staðar fyrir hvort annað og fyrir heiminn í kringum okkur, Jesús minn. Og ég bið þess að þú gefur okkur að opna hjörtun okkar, Drottinn minn. Hjálpa okkur að hætta að fela skömmina, Drottinn. Hjálpa okkur að hætta að fela það sem við göngum í gegnum og opna líf okkar fyrir hvort öðru. Og ég bið þess að við mættum vera líka fólk sem að
tekur öðrum fagnandi þegar það vil opna líf sitt fyrir okkur, Drottinn minn. Og Drottinn, viltu gefa okkur hugrekki og viltu gefa okkur öryggi núna, Drottinn, til þess að opna líf okkar fyrir þér og fyrir fólki sem við treystum. Drottinn, gefðu okkur náð til þess að vera blómstrandir samfélag, alvöru samfélag sem án hindrana, sem án veggja, Drottinn. Að við megum bara vera alvöru, ekta fólk sem að meðtekur hvert annað og til staðar fyrir hvert annað, Drottinn minn. Og ég bið þig fyrir þeim sem eru hér inni, sem að hjartað bankar á, sem að vita að það eru hlutir sem að þeir þurfa að setja í ljósið, hlutir sem að þeir þurfa að opna sig fyrir öðrum með. Og fólk sem heima, sem að hlusta, sem að upplifir sama banka á hjartað. Drottinn, nú bið ég hugrekki. Ég bið hugrekki til þess að stíga fram, til þess að taka skrefið, til þess að játa sektina, til þess að upplifa frelsið. Til þess að upplifa frelsið sem felst í því að vera heill, að vera ekta, hafa ekkert sem falið í lífi sínu. Gefðu okkur hugrekki, Drottinn Jesús, í Jesú nafni. Amen. Amen. Davíð konungur, hann sagði frá því í einhverjum sálmunum, hann sagði, meðan ég þagði, þá tærðust bein mín. Mér leið hræðilega. Síðan segir hann, svo játaði ég sekt mína fyrir þér. Og þú mætti mér. Og það það sem Guð gerir. Þegar við komum fram fyrir hann og þá endurreisir hann okkur. Það það sem mér langar að bjóða ykkur í dag. Í dag er ég að tala til þín um breytt hugafar. Ég er að tala til safnaðarins breytt hugafar. Ég er að tala til kirkjunar á Íslandi hugafar, breytingu. Að við séum fólk sem elskar og meðtekur hvert annað. Ekki það, við höfum ekki gert það, en við þurfum að vaksa í því. En ef þú ert hér í dag sem vilt fá fyrirbæn, þú finnur að þú þarft að létta á hjartaðinu eða bara hjálp, að þá langar okkur að biðja með þér hérna til hliðar. Ég hvet til, verum alvöru fólk sem að elskar hvert annað. Drottinn blessi þig og gefi þig djörfung og kraft í Jesú nafni. Amen. Ég er örugg því að eitt er víst.
Óvissa og einsemd, áhyggjur og neyð, kunningjar sem hverfa og hvergi opin leið. En veist að þú átt vininn Jesú sem að veit öll þín sár, og hjarta þitt fjarlægt, hann þeirra sérhvern á. Og í stöðugt ég fæ staðist, og styrk þú veitir mér. Ég örugg því að eitt víst, ég í höndum þér. Með Jesú ég fæ staðist, og Jesús bjargar mér. Ég örugg elsku frelsari, ég í höndum þér. Stöðugt ég fæ staðist, og styrk þú veitir mér. Ég örugg því að eitt víst, ég í höndum þér. Með Jesú ég fæ staðist, því Jesús bjargar mér. Ég örugg elsku frelsari, ég í höndum þér. Ég í höndum þér. Ég í höndum þér. Ég í Það er komið að lokum samkomunnar hérna frá Fíladelfíu í dag. Við fengum að heyra frábært orð mikilvægi samfélagsins, og það er meðal annars ástæðan fyrir því að við hvetjum þig til þess að fara í kirkju. Það er frábært að geta hlustað á Lindina, það er frábært að geta hort á philadelphia.is, en það er ekkert sem kemur í staðinn fyrir að eiga samfélag við annað kristið fólk. Aron sagði, vísasta leiðin til þess að bíða ósigur fyrir erfiðleikum sínum og gefast upp er að segja engum frá þeim. Þess vegna hvet ég þig til þess að finna þér trúnaðarvin, til þess að tala um það sem íþyngir þér, og talaðu líka við Guð vegna þess að hann hefur lausnina í öllum kringumstæðum, og við erum svo mörg sem hefur fengið að reyna það að þegar eitthvað íþyngir okkur, þegar við tökum áhættuna á því að treysta einhverjum fyrir því sem við erum að hugsa, fyrir tilfinningum okkar, þá léttir okkur án þess að manneskjan sem við erum að tala við komi með neina lausn. En það að treysta öðrum fyrir tilfinningum sínum, það skiptir gríðarlegu máli, vegna þess að líka við viljum ekki gefast upp og við viljum ekki að þú gefist upp. Mér langar til þess að biðja fyrir þér svona örstutt í lokin. Guð þekkir þig og vertu með í bæninni. Góði Guð, ég þakka þér fyrir að þú þekkir okkur betur en við sjálf. Þú þekkir hjarta okkar, þú þekkir það sem við erum að hugsa, þú þekkir leyndarmálin okkar og það sem hvílir á okkur, og ég bið Drottinn fyrir þeim sem eiga sér leyndarmál og líður illa. Ég bið Drottinn að þú hjálpir þeim að finna sér trúnaðarvin til þess að treysta fyrir því sem þeir eru að hugsa. Og ég bið, góði Guð, að þú mætir þeim líka sjálfur, þú léttir byrðinni af herðum þeirra og hjálpir þeim að gera það sem rétt er, hjálpir þeim að halda áfram og hjálpir þeim að höndla gleðina á nýjan leik. Í Jesú nafni. Amen. Við verðum hér aftur næsta sunnudag klukkan 11. Þú sem mögulega getur komið, vertu með okkur. Við erum í Hátúni 2, það er auðvelt að finna þetta er rétt fyrir ofan Hlemm. Þú sem kemst engan veginn, þér er velkomið að hlusta eða horfa á philadelphia.is, en fyndu þér trúnaðarvin. Jesús er bestur. Kveðjum að sinni, verið sæl.